Góðan daginn og verið hjartanlega velkomin á þennan vísindadag í dag. Þetta sannarlega með öðru sniði, eins og allir segja, þetta aðri tímar og við stöndum sannarlega frammi fyrir því þar sem að þessi vísindadagur fer fram, eins og ég segi, með allt öðru sniði en vanalega en verður að engu síður góður. En ég ætla að vera hérna með svona stuttan inngang og bara að segja ykkur svolítið frá því sem hefur verið að gera. En vísindadagur Sjúkrahússins á Akureyri í samvinnu við Heilbrigðisvísindastofnun Háskólans á Akureyri góð hefð og mikilvægur vettvangur fyrir okkur til að kynna niðurstöður rannsókna fyrir samstarfsfólki og gestum. Við lifum á tímum mikilla framfara og ljóst að menntun, rannsóknir, nýsköpun og frumkvæði eru áhrifaríkir drifkraftar í okkar þjóðfélagi. Viðfangsefni rannsókna í heilbrigðisvísindum eru mjög fjölbreytt enda margar fræðigreinar sem þar koma við sögu. Mikilvæg tengsla sjúkrahússins og háskólans endurspeglast ekki síst hér á þessum vettvangi, enda eru forsendur góðrar heilbrigðisþjónustu byggðar á rannsóknum og þróun ásamt möguleikum til að nýta sér nýja þekkingu. Vísindarannsóknir eiga að vera sterk stoð í okkar ágæta heilbrigðiskerfi og standast alþjóðlegan samanburð á gæðum og umfangi og eins og fram kemur í heilbrigðisstefnu til 2030 hafa vísindarannsóknir þýðingarmikið hlutverk í þróun heilbrigðisþjónustu sem liður í menntun heilbrigðisstarfsfólks og til að skapa eftirsóknarvert starfsumhverfi fyrir starfsfólk í öllum heilbrigðisstéttum. Margt hefur áunnist á liðnu ári og ég ætla aðeins að snerta á því helsta hérna. Ötullega hefur unnið að því að efla framgang vísinda- og rannsóknarstarfs hjá okkur með því að skapa svigrúm og frjótt umhverfi til vísinda- og þróunarstarfa og í því sambandi ánægjulegt að segja frá því að ný vísindastefna til ársins 2023 var unnin af vísindaráði og samþykkt af framkvæmdastjórn í upphafi þessa árs ásamt 3 ára aðgerðaráætlun. Og framtíðarsýnin felur í sér þessi helstu atriði. Í fyrsta lagi að sakverði háskólasjúkrahúss með réttindi og skyldur eins og lýst í lögum heilbrigðisþjónustu. Að starfsfólk sjúkrahússins sé eftirsótt í rannsóknarsamstarfi á Íslandi og erlendis. Að sjúkrahúsið hvetji starfsfólk sitt til rannsókna og veiti því svigrúm með það að markmiði að meðferð sjúklinga, kennsla og rannsóknir séu samþætt í daglegum störfum sjúkrahússins og að lokum að fjárstuðningur stjórnvalda til vísindarannsókna sé sambærilegur við það sem þekkist hjá norrænum háskólasjúkrahúsum. En til þess að ná þessum markmiðum sem eru nokkuð flott, myndi ég segja, eru nokkrar vörður á veginum og það verður okkar verkefni að yfirstíga. Eins og ég sagði áðan, þá settum við okkur þetta öfluga markmið að verða skilgreind sem háskólasjúkrahús í framtíðinni. Ég skipaði starfshóp árið 2019 sem hafði það markmið að skoða málið út frá öllum sjónarhornum og meta fýsileika þess til að fá samþykki sem háskólasjúkrahús. Meginverkefni starfshópsins var að safna gögnum þær kröfur sem gerðar eru til sjúkrahús svo það geti kallað sig háskólasjúkrahús. Meta sjúkrahúsið út frá þeim kröfum og leggja fram mat á getu þess til að ná því markmiði. En í lögum heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007, var sjúkrahúsið á Akureyri skilgreint sérstaklega sem kennslusjúkrahús og í uppfærðum lögum sem samþykkt voru á Alþingi í sumar þá það óbreytt. Þetta voru okkur geysilega mikil vonbrigði því að mikið var á sig lagt til þess að reyna að fá þessu breytt. Það voru okkur mikið vonbrigði að vera óbreytt og það mat vinnuhópsins sem var skipaður að þessi löggjöf hefti möguleika okkar á frekari framþróun. En við stefnum áfram að markmiðinu og gott til þess að vita að í nefndaráliti velferðarnefndar kom fram að meirihlutinn þar, hann studdi það að þörf var að skilgreina betur þau skilyrði sem þurfa að vera uppfyllt til að stofnun geti starfað sem háskólasjúkrahús eða ekki. Og við ætlum ekki að gefast upp. Við höfum sýnt að við getum náð þeim markmiðum sem við ætlum okkur. Þannig að við höldum bara ótrúð áfram og stefnum að þessu markmiði að verða háskólasjúkrahús. En velmenntað starfsfólk eins og áður hefur komið fram lykill að árangri í vísindastarfi og í núverandi vísindastefnu sjúkrahússins lögð áhersla á að kortleggja betur sérfræðiþekkingu, vinna að þróun sérnáms og lyfta framhaldsnáminu betur upp. Mikilvægur hluti sérnáms heilbrigðisstétta rannsóknarvinna og þar þarf sjúkrahús að leggja áherslu á að styðja betur við starfsfólk sitt svo við höfum svigrúm í vinnu eða þau hafi svigrúm í vinnu til að sinna námi og rannsóknum. Við viljum styðja betur við starfsfólk í doktors- og meistaranámi og gerum það til dæmis með ákveðnum námsstöðum sem eru við deild mennta og vísinda og þessar stöður hafa verið auglýstar og hafa starfsmenn nýtt sér þetta svigrúm til að sinna framhaldsnámi sínu samhliða vinnu.
Það eru 4 skilgreindu stöður við Heilbrigðisvísindastofnun Háskólans á Akureyri fyrir starfsmenn sjúkrahússins sem uppfylla hæfniviðmið með háskólakennara og auk þess sem þeir eru með tengsl við Háskóla Íslands. Þannig að við erum með nokkra starfsmenn sem uppfylla hæfnikröfur háskóla og gegna störfum prófessora, dósenta og lektora við Heilbrigðisvísindastofnun Háskólans á Akureyri og Háskóla Íslands. Aðrir starfsmenn sjúkrahússins sem gegna aðalstarfi á sjúkrahúsinu og sinna kennslu og rannsóknum geta sótt um mat og hæfi til að hljóta akademíska nafnbót við Heilbrigðisvísindastofnun Háskólans á Akureyri og við viljum gjarnan stuðla að því að fleiri starfsmenn verði með slíka nafnbót. Fjöldi birtinga í vísindatímaritum hefur vaxið á undanförnum árum og starfsfólk sjúkrahússins hefur kynnt markvisst sínar niðurstöður á innlendum og erlendum vettvangi. Það hefur orðið aukning í rannsóknum sem framkvæmdar eru að SAK eða í samstarfi við starfsfólk sjúkrahússins og starfsfólk hefur aðgang að vísindasjóði og töluvert hefur umsóknir í þann sjóð og við viljum halda áfram að efla þann ágæta sjóð. Sjúkrahús eða fulltrúar sjúkrahússins hafa líka tekið þátt í ýmiss konar verkefnum á sviði vísinda á landsvísu. Og meðal annars voru 2 frá okkur í starfshópi vísindastefnu á heilbrigðissviði til 2030 sem skipað var að heilbrigðisráðherra haustið 2019. Já, en verkefni þess hóps var að ljúka vinnu fyrir nefndar við gerð stefnu í vísindarannsóknum á heilbrigðissviði og auk þess að vinna tillögur að aðgerðaráætlun á grundvelli þeirra stefnu. Stefna þessi var birt haustið 2019 og aðgerðaráætlun byggir á því að komið verði á fót sameiginlegu þekkingarsetri eða samráðsvettvangi, svokallaðri miðstöð heilbrigðisvísinda og nú þurfum við náttúrulega bara að sjá hverju þetta skilar, þetta komið á laggirnar. Þannig við höfum klárlega gert ýmislegt og náð góðum árangri en við getum alltaf haldið áfram að bæta okkur, nýta betur samstarf sjúkrahússins og menntastofnana til að örva vísindastarfsemi og nýsköpun. Við þurfum að halda áfram að nýta betur kraft okkar í að koma sameiginlega verkefnum til góða fyrir hvert annað og þannig stuðla að aukinni framsækni í heimi vísinda. Þannig að lokum þá vil ég bara segja að ég efast ekki að þessi dagur verður góður og áhugaverður, að minnsta kosti gefur tilefni dagskrárinnar ekkert annað til kynna. Og þrátt fyrir þessar COVID-takmarkanir sem við öll stöndum frammi fyrir, þá hefur þetta kallað á aðrar lausnir í útsendingu og mér sýnist þetta allt stefni í að verði jafnvel bara mjög góður dagur og vonandi verða áhorfin einnig mikil hér á landsvísu. Þannig ég óska ykkur bara góðs dags og góðra skemmtunar og segi því vísindadag 2027.